Jæja, komið í sæl og blessuð. Það er ekki upp á skagamenn neinu logið. Þið eruð afskaplega stundvíst fólk. Hér á fólk byrja að streyma í salinn 20 mínútur yfir 4 og gaman að sjá að við erum með stappfullan sal hérna á fyrsta fundinum okkar í hringferðinu landið. Eins og þið vitið vorum við með stoppfund á Parlament Hótel og í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll fyrir rétt rúmri viku síðan og móttökurnar sem við fengum þar voru með þeim hætti og okkur langaði að fara hringinn í kringum landið og fá heimamenn til þess að tala við heimamenn þetta efni, þessa atkvæðagreiðslu sem framfer þann 29. ágúst næstkomandi. Og ég sé að sú hugsun okkar að blása til hringferðar og funda víða landið er sannarlega einhvað sem þörf á. Jafnvel þótt séum, sjáum mitt sumar. Við erum hérna miðjan júlí og það vill svo skemmtilega til að í dag eru nákvæmlega 17 ár síðan að Jóhanna Sigurðardóttir sótti sendi inn aðildarumsókn fyrir Íslands hönd að ganga í Evrópusambandið. Og núna erum við hér 17 árum síðan, einu bílprófi eða svo, og erum hérna samankomin til þess að ræða þetta út frá ýmsum hliðum. Það er með ástæðu gert að við fáum gott samval heimamanna til þess að vera með okkur hérna í dag og við munum hafa þennan háttinn á hringinn í kringum landið á næstu vikum. Tíminn er knappur. Við höfum rétt rúman mánuð til þess að fara sveitir og byggðarlög landsins. En þetta munum við gera, við höfum fundið það að ákallið er svo sterkt. Jafnvel á sama tíma og við ættum að vera á bæjarhátíðum og íþróttamótum og tjaldsvæðum, þá skiptir þetta fólk það miklu máli að þeir eru tilbúin að mæta hérna og fylla þennan glæsilega sal og ég er bara afskaplega hrærður að fá að standa hérna fyrir framan ykkur í dag. Ég nefndi á stoppfundi Áfram Ísland að við værum jákvæðir neysinnar. Hvað þýðir það? Það þýðir að við erum jákvætt fólk sem hefur trú á íslenskri framtíð. Við höfum trú á því sem við erum að gera. Við vitum að við byggjum á sterkum náttúruauðlindum. Við erum með vel menntaða og unga þjóð og höfum sýnt það á umliðnum áratugum að við erum sannanlega fær að sækja fram á eigin forsendum. Við búum við firnasterkt lífeyriskerfi sem að Evrópubúar horfa til með öfundaraugum og við eigum einfallega að þora að taka okkar eigin ákvarðanir og standa vörð það sem við höfum kallað sjálfsákvörðunarrétt okkar sem hefur reynst okkur svo vel. Við höfum verið sjálfstæðsþjóð í réttum 100 ár og ég tel að það sé algjör fásinna að við séum strax farin að horfa út fyrir landsteinana eftir alla þá baráttu kynslóðana sem var háð á undan okkur og ég finn að þetta er ákall sem mjög margir tengja við. Ég var spurður að því aðdraganda stoppfundarins. Hvað er Áfram Ísland? Og sannleikurinn er sagna bestur. Ég sagði, veistu, ég bara veit það ekki. En ég veit hvernig þetta byrjaði. Þetta byrjaði með einum textaskilabúðum. Textaskilabúðin urðu að kaffibolla. Kaffibollin varð að fundi. Fundurinn varð að hópi. Og síðan sjáum við þetta gerast hringinn í kringum landið. Þessi fundur hér er algjörlega sjálfsprottinn frá heimamönnum. Við fengum bara símtal sem sagði, nú komið þið hérna í skólan og við fyllum salin. Já takk, sögðu við. Við erum tilbúin í það prógram. Það sem við munum gera, núna kannski næsta hálftíman eða 40 mínútur eða svo, er að við erum með 3 frábæra fyrirlesara. Við erum með Álfheiði Ágústsdóttur, forstjóra Elkem hérna á Grundartanga. Við erum með Valdísi Marselíu Þórðardóttur sem er tannlæknir. Og síðan erum við með Vilhjálm Birgisson, mann sem ég svo sem bara kljást við, skulum við segja, svo árum skiptir. En þetta er auðvitað frábær hópur fólks og ég hlakka til að heyra hvað þið hafa að segja. Þetta er með þeim hætti og svona eiga sannir borgarafundir að vera. Ég hef ekki hugmynd hvað þau eru að fara að segja. Þau ætla vilja ræða við ykkur ESB og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst á sínum forsendum og það finnst mér vera besta leiðin til þess að eiga samtal við þjóðina. Sá sem er bestur í að tala við þjóðina er þjóðin sjálf. Og það er það sem við ætlum að spegla í þessari baráttu sem framundan er. En þess að hvert og eitt ykkar er fullfært að taka upplýsta afstöðu þann 29. ágúst og hvert og eitt okkar mun gera það á sínum forsendum. En lykillinn er sá að við höfum aðgang að þeim upplýsingum þannig að við getum myndað okkur þessa sjálfstæðu skoðunir. Ef þið farið inn á áframisland.is og það var 1000 landsmanna, hugsið ykkur,
á rétt rúmri viku hafa þúsundir landsmanna skráð sér til leiks og eru tilbúnir að vera þáttakendur í þessari baráttu með okkur sem mun vara næstu 6 vikurnar eða svo og fyrir það erum við afskaplega þakklátt. Á bakvið þetta hópur sjálfboðaliða. Við vorum sjálf að stilla ljósin hérna, við fengum þetta svona diskóljós og náðum ekki að slökkva á þeim, en til allrar hamingju náðum við að finna út úr því áður en þeir mættu hérna. Og þess vegna hvet ég ykkur til þess að fara inn á Áfram Ísland, skrá ykkur til leiks og það líka að finna aragrúa af upplýsingum atkvæðagreiðsluna, Evrópusambandið, samanburð við Ísland og svo framvegis. Þannig að mín von og trú að við munum eiga hérna notalega stund saman næsta hálftíman eða 40 mínútur eða svo. Og að því sögðu þá bið ég fyrsta ræðumann dagsins velkomna. Það Álfheiður Ágústsdóttir sem ég hef þekkt margra ára skeið, hefur stýrt hér Elkem svo mörgum árum skiptir af miklum myndarbrag og ég ætla að biðja þau að koma hérna og taka við mikrofóninu. Það svo mikill kraftur í Álfheiði að hún tók blöðin mín líka. En auðvitað þetta alveg rétt sem hún leggur út frá, ekkert okkar sko, ég meina saga okkar allra efnislega svo sama sko. Við getum hort í eina eða 2 kynslóð aftur sko og bara sjá allan þann ótrúlega árangur sem hefur náðst á þeim tíma og við tengjum öll við sögur af þessum toga. Allavega hef ég lagt ríka áherslu á það á þessum fundum og mun halda áfram að gera á næstu fundum að opinber umræða þetta mál afskaplega hörð og óvægin. Þar vísa ég til samfélagsmiðla, þar vísa ég til umfjöllanir í blöðum og allt þetta. Við eins vegar ákváðum það þegar við vorum svona að hleypa þessu á stokkunum og náðum að fá nokkur þúsund manns til liðs við okkur í þessu. Þá það líka vegna þess að við ætlum að gera þetta á jákvæðum forsendum. Hvað þýðir það? Það þýðir að við munum ekki fara að hnýta í einstaklingana sem eru í rökræðum við okkur. Við munum svara rökum þeirra en við munum ekki hafa skoðun á því hvers vegna þau sé að lýsa þessari skoðun sinni. Og ég held ef við bara lítum öll í spegil og horfum aðeins yfir sviðið, sama hvort það eru samfélagsmiðlar eða útvarpsþættir eða blaðagreinar eða hvað þetta heitir allt saman. Ég held að þjóðin sé þyrst í umræðu sem snýst kjarnamáls en ekki einstaklingana sem koma fram á fundum eins og þessu. Ég tek ofan af fyrir þeim 3 að hafa nennt að setja höfuð á sér í gapastokkin með því að stíga hérna á svið í dag og ég veit, ég búin að tala við svo margt fólk undanfarna vikur, það raunverulegt ákall þetta í samfélaginu að við getum rætt Evrópusambandið, að við getum rætt atkvæðagreiðsluna þann 29. ágúst næstkomandi án þess að vera að velta fyrir okkur hvers vegna þetta vilji, hvers vegna hann að segja þetta, hvers vegna Álfheiður að segja þetta. Hlustið á rökin þeirra, bregðist við þeim og ég sannfærður að ef við gerum það, þá komum við sem hópur hringinn í kringum landið sterkari út úr þessu en ella. Bara rétt áður við hleypum næsta ræðumann við höfum öll okkar skoðanir á því hvers vegna við ætlum að segja nei þann 29. ágúst. Mér leiðist og hefur alltaf leiðist fólk sem veit öll svörin. Við vitum ekki öll svörin, en við höfum hins vegar trú á nokkrum hlutum. Mín persónulega afstaða til Evrópusambandsins og inngöngu Íslands í Evrópusambandið mótaði sennilega fyrir rétt rúmum 20 árum og svo forsenda sem að ég lagði til grundvallar minni ákvörðun á þeim tíma hefur mögulega tekið einhverjum breytingum yfir þessa 2 áratugi, en að stofni til sjáiði hún efnislega svo sama. Leið og Ísland gengur í myntbandalag og tekur upp evru, þá íslenska krónan ekki lengur þessi ventil sem að hagkerfið með í dag. Og öll kerfi, í öllum kerfum myndast þrýstingur og þrýstingur þarf alltaf að finna sér farveg út og í hagfræðin það þannig að ef þú festir gengið og gengur í myntbandalag, þá verður ventillinn í samfélaginu atvinnuleysi. Og ég hef trú á því og alinn upp á þann veg og ég held að við séum það bara öll. Atvinnuleysi algjört eitur í beinum þjóðarinnar. Og þess vegna bið ég ykkur, hugsið þetta út frá þessum vinkli, hvaða áhrif þetta myndi hafa á ykkur, á ykkar nær umhverfi, en þarna grundvallaðist mjög snemma mín afstaða til þessa. Við erum afskaplega sveiflukert hagkerfi. Við þurfum að hafa leiðir til þess að bregðast bæði við innri og ytri áföllum og þess vegna trúi ég því að í gegnum krónuna tökum við út þessa leiðréttingu sem dreifist á yfir allan fjöldan í stað þess að þetta verði svona þrengra og komi fram í atvinnuleysi og við sjáum mörg dæmi í Evrópusambandinu. Við erum ekki hingað komin til þess að segja ykkur að Evrópa sé vond. Evrópa frábær. En til þess að ganga í Evrópusambandið á þessum tímapunkti
þá bið ég ykkur að skoða hvaða ríki eru að banka á dyrnar. Þetta eru fyrst og fremst ríki Austur-Evrópu sem eru á allt öðrum stað efnahagslega en við. Muniði, við gengum í EES upp úr 1990 og þá fengum við fjórfrelsið. Hvað þýðir það? Við tókum að stofni til svona megnið af þeim ágóða sem við færð við inngöngu í Evrópusambandið ef þú ert Austur-Evrópuland. Það er umfjöllun þetta í blöðunum í dag og í gær, hvaða ríki það eru sem eru að sækja inngöngu í Evrópusambandið. Skoðið þessi ríki. Þau eru kannski með framleiðslu á mann sem er svona 1/10 til 1/8 af því sem við þekkjum á Íslandi. Þau eru á allt öðrum stað efnahagslega. Við erum ríkasta þjóð, eða ein ríkasta þjóð ESB og það skiptir auðvitað máli í þessu samhengi.